Hér erum við komin að Brjánstöðum þar sem við hittum fyrir Daniel Larsen, tamningamann og reiðkennara hér á bæ. Góðu sæll og blessaður, Daniel. Blessaður, Gísli. En við byrjum kannski aðeins að fara núna yfir haustið hjá þér. Þú hefur sjálfsagt verið að stunda tamningar eins og aðrir. Og það hefur gengið vel eða hvað? Já, bara mjög vel. Og bara inn í gegnum 30-40 hrossum í haust. Já. Alls konar hross fyrir innan þessa aðalega bara. Já. Hvað ertu með pláss fyrir mörg hross hér í húsinu? Við reynum að, það er náttúrulega að koma helling inn í húsið, en við reynum að hafa svona 26-8 hross. Svona jafnaði. Og einhverjar stóra stjörnur í þessum hópi sem þú varst að fara í gegnum? Ég held sem alltaf best að tala varlega um stóra stjörnur á þessum tíma. Það er búið að vera mjög skemmtilegt trippi hérna. Bara bæði 4 og 5 metra, bæði á 4 og á 5. Hrissur og stóðhestar sem ég líst bara mjög vel á. Hlakka til að halda áfram með. Undan einhverjum svona stóðhestum sem þú er ekki kynst áður sem var að koma vel út? Einhverju nýjir hestar hérna sem þú ert að sjá að séu kynbóta hestar? Við erum með spennandi fórhald á Draupni, til dæmis, Stuðlum. Narra. Brag Ytrihól. Kerúlf. Kollaleiru, mjög skemmtilega hrissu hérna, þetta er Kerúlf. Og já, svo bara þessir Ómur og Konserthofi og Viti Kagarhóli og fleiri. Þannig að þetta hefur verið svona bara héðan og þaðan? Já, eins og er ósum tamningarstöðum yfirleitt. Það eru bæði rosa rektendur og svo áhugafólk sem er að gera þetta sér til gamans. Já. Er hér að Brjánstöðum líka stundu hrossarækt eða? Já, þeir eru með smá hrossarækt hérna eigendunni, sko. Einar og Ármann sem eiga Brjánsstaði. Þeir eru að fá svona 2-4 fólk á ári. Sirka bát. Aðeins breytilegt. Ok. Þannig að þér líst bara vel á þennan hóp sem að fór í gegn hjá þér og sjálfsagt búið að velja úr hvað kemur til áframhaldandi tamningar strax í janúar. Já, það er svona búið að fara yfir þetta og við erum að klára bara frumdæmja núna. Skila á okkur síðustu drippunum um jól og förum að taka annað inn. Ok. Og svo er þetta eitthvað komið inn úr þegar. En ef við förum aðeins núna árið sem er að líða, þú náttúrulega sýndir svolítið hrossum í kynbátadóm og tókst þátt í keppni. Hvað stendur upp úr hjá þér á þessu ári 2019? Ég veit ekki, þetta gekk bara svona ágætlega heilt yfir árið, upp og niður eins og alltaf í þessu. Svona uppsöndadeildin var gaman að vera í henni, ég prófaði það í fyrsta skipti núna. Það gekk bara mjög vel. Var í úrslitum í öllum greinum eða eftir sætum í öllum greinum. Það gekk heldur kannski betur en vel. Þú stóðst nú uppi sem sigurvegari í einstaklingskeppninni og eins liðið sem þú varst í að þið sigruðuð uppsvitadeildina. Jú, ég var stigast í knappinn og liðið okkar var stigasta liðið. Það var bara mjög skemmtilegt. Þannig að það hefur gengið allavega ljómandi. Já, það gekk bara mjög vel. Og stefnir á þáttöku í uppsvitadeildinni aftur? Já, ég er allavega í liði. Svo er bara spurning hvað maður keppir mikið. Það er kannski eitthvað með, en ég verð ekki kannski eins og ég fyrra í öllu. En ég ætla að vera eitthvað með. Svo er þetta bara félagskapurinn og gaman að hafa eitthvað svona innarsveitar. Akkurat, það hlýtur að vera mikilvægt fyrir, nú ert þú staddur hér á Skeiðunum og ekkert svo langt upp á Flúðir. Það hlýtur að vera mikilvægt fyrir bara samfélagið og hestamenn sem eru á þessu svæði að hafa þessa deild, uppsveitadeildina. Já, og náttúrulega eins og nafnið, sko, það er uppsveitina, sko. Það er Smári, Tröst og Logi sem standa að þessu. Þannig að þetta er svona að gefur veiturinn aðeins líf hérna. Ertu með einhverja hesta sem að þú stefnir með í það? Það er svo sem ekki búið að ákveða neitt ennþá. Það bara ef það verður eitthvað tilbúið á þeim tíma þá fer það. Og svo er þetta náttúrulega bara liðakeppni og bestu hestarnir sem liðið hefur að velja að fara. Og í hvaða liði ert þú og með hverjum? Heyrðu, það er hérna Solon Mortens, Hans Þór Hilmarsson, Þorgeir Ólafsson og Birgitta Bjarnadóttir. Já. Og ég held að liðið heitir Friðheimar Skjól. Já. Og Solon liðstjóri.
Ég hafði nú ekki búið að velja liðstjóra en það sé ekki líklegur til að verða liðstjóri á Sólon. Annars er bara farið í sjómann upp á það. Já, þá er allir að tapa fyrir Sólon í því. Þannig að þú ert bara ánægður með árið sem er að líða og horfir björtum augum fram á það næsta. Já, ég held að. Þetta ár var bara svona skemmtilegt og mér hlakka til næsta vetrar að púsla einhverju saman fyrir vorið. Verðurðu með sigur á landsmóti? Er ekki allir með sigurvegari á landsmóti á þessu tíma árs? Það er allavega mjög margir sem eru að fara að vinna landsmót á þessu tíma oft. Já, en er það farsælt? Það er smekksatriði. Sumum finnst gott að magalenda og öðrum að vísa. Hárrétt hjá þér, Daniel. Ég þakka þér fyrir spjallið og óska þér velgengni í uppstöðudeildinni og á komandi ári. Takk fyrir.